Úkraínumenn vilja gera róttækar breytingar á friðaráætlun Bandaríkjamanna. Hún þykir fela í sér of mikla uppgjöf gagnvart Rússum. Sendinefndir ríkjanna funduðu í Sviss í dag. Skólahald er hafið á Gaza þrátt fyrir að rúm 80% skólahúsnæði sé ónýtt. Skortur á námsgögnum og vanlíðan eftir stríðsátökin torvelda einnig nám margra. Tónlistar- og textahöfundur kallar þjálfun gervigreindar með verkum listamanna stærsta hugverkaþjófnað allra tíma. Nauðsynlegt sé að setja reglur þessa notkun. Skráning í kirkjubækur þjóðkirkjunnar verður færð yfir á rafrænt form í lok mánaðar. Þær hafa verið handskrifaðar öldum saman. Sóknarprestur segir þetta töluverða breytingu en í takt við tímann. Gott kvöld. Formenn samninganefnda Bandaríkjanna og Úkraínu eru ánægðir með gang friðarviðræðna sem hafa verið í Sviss í dag. Búist er við að fundirnir haldi áfram fram á kvöld. Úkraínumenn og evrópskir bandamenn þeirra komu með róttækar breytingartillögur á friðaráætlun á fundi með samninganefnd Bandaríkjanna í dag. Áætlun Bandaríkjanna hefur verið gagnrýnd fyrir að endurspegla ýmsar kröfur stjórnvalda í Rússlandi á hendur Úkraínu. Í henni er meðal annars kveðið á að Úkraínumenn gefi frá sér Donbass í austurhluta landsins sem þeir hafa hingað til útilokað að gera. Evrópusambandið ítrekaði í dag að ekki væri hægt að breyta landamærum Úkraínu með valdi. We have agreed on the main elements necessary for a just and lasting peace and Ukraine's sovereignty. And let me highlight three of them. First, borders cannot be changed by force. Second, as a sovereign nation, there cannot be limitations on Ukraine's armed forces that would leave the country vulnerable to future attack and thereby also undermining European security. Third, the centrality of the European Union in securing peace for Ukraine must be fully reflected. Fjölmiðlar fengu ekki að fylgjast með fundunum en síðdegis mátti merkja nokkra ánægju meðal formanna sendinefnda Bandaríkjanna og Úkraínu. So it is in my personal view that we've had probably the most productive and meaningful meeting so far in this entire process since we've been involved in from the beginning. I think the takeaway from it is I think this was a very, very meaningful, I would say probably best meeting and day we've had so far in this entire process, going back to when we first came into office in January. But there's still some work left to do, and that's what our teams are going to be doing right now. And we'd like to come back to you maybe a little later tonight with further updates. We have very good progress, and we are moving forward to the just and lasting peace. Ukrainian people deserve and want this peace more than anyone in this planet. We thank our big friends, United States and personal President Trump and his team to their commitment to bring this peace. And we will continue to work today, as Secretary said. Tugþúsundir úkraínskra barna eru heilaþvegin í Rússlandi eftir að hafa verið brottflutt af hernumdum svæðum. Þetta segir Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, erindreki Evrópuráðsins í málefnum úkraínska barna. Það verða að vera forgangsverkefni að sameina þau foreldrum sínum og koma þeim aftur heim. Fjöldi þeirra barna sem hefur verið brottnumin í Úkraínu frá því að innrásarstríð Rússa hófst fyrir tæpum 4 árum hleypur á tugum þúsunda. Stjórnvöld í Úkraínu áætla að þau séu 20.000 en Yale háskóli í Bandaríkjunum telur að 35.000 börn hafi verið brottnumin og þau séu að finna á fleiri en 200 stöðum í Rússlandi. Einungis 1800 börnum hefur verið náð tilbaka. Ég hef hitt sum þessara barna og foreldrar þeirra líka, þar sem að þau lýsa bara í smáatriðum hvernig þetta gerist þegar að rússneski herinn kemur inn í borg, tekur jafnvel móðurina haldi og þegar móðurinn kemst tilbaka þá barnið einfaldlega horfið. Það skiptum nöfn, þau heiti ekki lengur það sama, þannig að sum þessara barna verða öllum líkindum aldrei fundin. Því minni sem börnin eru, því meiri líkur á að þau muni ekki eftir því að þau séu úkraínsk. Þarna fyrir fram, það eru búðir, svona sumarbúðir til dæmis, þar sem verið í rauninni bara endurmennta þau. Þeim er meinað að tala úkraínsku, þau eru þvinguð til að tala rússnesku. Þeim er sagt að, með mismunandi hætti, foreldrar þeirra séu ekki til eða foreldrar þeirra elski þau ekki. Það sé enginn í Úkraínu sem sé að bíða eftir þeim. Úkraína sé ekki raunverulegt land og verði það ekki.
og þar að leiðandi séu þau nú rússnesk. Brottnumdir úkraínskir unglingsdrengir séu þjálfaðir í rússneska hernum og sendir á vígvöllin. Þeir fara á vígvöllin og í raunveruleikanum berjast gegn sínum eigin borgurum sem eru að fórna sínu lífi fyrir framtíð þessara sömu barna. Í öllu tali friðarviðræður verði að vera eitt af forgangsatriðunum að koma börnunum aftur til síns heima. Allar venjulegar manneskjur skilja hversu ótrúlega rangt í öllum grundvallaratriðum það að stela annarra manna börnum, heila þó þau og svo hluta þeirra eru send í herinn. Þórdís fundar þessi mál í Stokkhólmi á morgun með fulltrúa öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu. Loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna COP30 lauk í gær. Í lokayfirlýsingu ráðstefnunnar var meðal annars samþykkt að ríkari þjóðir myndu þrefalda fjármagn til að hjálpa þeim þjóðum sem hafa orðið verst fyrir barðinu á loftslagsbreytingum að bregðast við áhrifum þeirra fyrir árið 2035. Það var einnig samþykkt að stofna sjóð til að koma í veg fyrir eyðingu hitabeltisskóga. Engin samstaða náðist áætlun til að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis þrátt fyrir að tugir þjóða hefðu kallað eftir því. We had 195 countries, more than 42,000 delegates and observers that came here, and the strongest ever participation of indigenous peoples. I know you wanted more, but it was the strongest ever. What we believe is that it is time for this process and for the UNFCCC to reconcile with science. This is the cup of truth, and we believe this was our opportunity to start discussing about the very basic scientific fact that transitioning away from fossil fuels is needed to achieve the goals of the Paris Agreement. I would have preferred that the transition away from fossil fuels had been in the document, but key countries objected to that. But what's also significant today is that there's enough in this agreement for Brazil to launch that key roadmap on the transition away from fossil fuels, which the COP president announced. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfisráðherra, hvað þýðir niðurstaða ráðstefnunnar fyrir Ísland? Ísland var auðvitað í hópi þeirra ríkja sem hefðu viljað ganga lengra og setja inn skýrari ákvæði afgerandi aðgerðir til þess að draga úr losun og vinna gegn loftslagsbreytingum. Enda hefur Ísland mjög ríka hagsmuni af því að heimsbyggðin gerir það. Við erum eyríki norður í Atlantshafi og ég einmitt vakti sérstaklega athygli á því á ráðstefnunni á þessum loftslagsvendipunktum, til dæmis hnignun Atlantshafsvelti hringrásarinnar sem gæti haft mjög skaðleg áhrif á innviði, samfélag, efnahag, lífríki á Íslandi og atvinnuvegi. Þannig að Ísland hefur mjög ríka hagsmuni af því að það sé gengið lengra og við stilltum okkur mjög þétt upp með ríkjum sem vilja gera það. En nú tókst ekki ná samkomulagi að fasa út jarðefnaeldsneyti. Hvað bera þessar ráðstefnur þá einhvern árangur? Já, ég held að það sé nú óumdeilt að allar sviðsmyndir líta svona ögn betur út heldur en til dæmis áður en Parísarsamningurinn náðist á sínum tíma. Þetta að skila árangri og það er jákvæð þróun í gangi víða í heiminum, til dæmis þegar kemur að orkuskiptum. Þar sjáum við að framleiðslukostnaður og verð hefur hríðlækkað á hraða sem enginn þorði að láta sig dreyma Þannig að það skilar sannarlega árangri að þjóðir hittist og komið sér saman aðgerðir. Og þótt þessi ráðstefna hafi kannski ekki farið alveg eins og við höfum viljað, þá skapar þetta ferlið lifði þó af, til dæmis það að Bandaríkin skyldu draga sig út úr þessu og samkomulagið sem náðist núna, það er þá bara brú yfir í næsta samkomulag, og það er ekki nema 2 ár síðan þjóðir heimsins sammæltust að það yrði smíðuð áætlun að draga úr, eða það er að segja fasa út jarðefnaeldsneyti í áföngum á næstu áratugum. Þannig að þessi vinna heldur áfram. Akkurat. Takk fyrir komin hingað í Myndir. Takk hérlega. 80% af skólahúsnæði á Gaza er ónýtt eftir árásir Ísraelsmanna undanfarin 2 ár. Aðstæður til náms eru auk þess erfiðar, bæði vegna þess að aðstöðuna vantar og nemendum líður illa. Próf eru þó hafin og nokkrir hafa jafnvel náð að útskrifast. Al-Asjar framhaldsskólinn í Gazaborg var með fyrstu skólum til að hefja starfsemi eftir vopnahlé á Gaza. 750 nemendur tóku próf, en það reyndist mörgum erfitt.
وخايف الحين ما أخذش منها ولا شيء. نحن درسنا في ظل عندك حرب، في ظل نزوح، في ظل عندك توتر، في عندك برضو فقر، في ضاعت عنا دارنا، درسنا في خيام، فهذا كله كان عواقبه سلبية علينا. Aðstæðurnar eru sannarlega bágbornar, til dæmis hjá Bara al-Jarjavi, afburðanemanda í Khan Yunis. Námsgögn teljast ekki til neyðaraðstoðar og vegna skorts og hás verðs á þeim hefur hún neyðst til að skrifa á afganga af pappakössum. بسبب عدم توفر أي إمكانيات ولا مكتبة ولا فتح معابر ولا أي شيء، والدفاتر كانت شحيحة جدا جدا جدا، فأنت بتبدأ بدايتك بشيء صعب. Og fyrir kennara og skólastjórnendur verkefnið einnig krefjandi þar sem ríflega 80% af öllu skólahúsnæði á Gaza ónýtt og þeir hafa upplifað það sama og margir nemendur. لازم أتعامل معاه كأني بتعامل مع بنتي أو طفلي، براعي ظروفه على بأقل الإمكانيات، بتعامل معه بمراعاة نفسيته تعبانة، الضغط النفسي، هل يستطيع الحصول على دفتر أو قلم أو لا شيء. Framhaldsskólar eru byrjaðir að útskrifa nemendur og því að sjálfsögðu fagnað. En nemendurnir upplifa óvissu og biðja hjálp við að eyða henni. أنا بوجه رسالة للعالم يحسوا فينا، يوفروا لنا منح دراسية، على الأقل يفتحوا لنا المعبر نشوف نكمل حياتنا الدراسية بما إنه الجامعات كلها انقصفت. Notkun gervigreindar vekur upp ýmsar siðferðisspurningar, segir siðfræðingur. Orkunotkun, hugverkastuldur og samfélagsleg áhrif á meðal álitaefnanna. Sæktu fyrir mig fréttir á rúv.is fyrir daginn í dag. Semdu svo fyrir mig lagateksta sem byggir á nýjustu fréttum. Og segjum bara við ætlum að búa til Icelandic folk song eða eitthvað svoleiðis. Og við getum bætt við textanum. Það mikla norður á Húsavík í Grænuvalla leikskólasal. Gervigreindarforrit hafa tekið miklum framförum á skömmum tíma, hvort sem það í tónlist eða myndvinnslu en ekki síst í hugbúnaðargerð. Það eru alls konar hlutir í dag sem hefur kannski tekið margar vikur að mánuði að framkvæma, sem nú bara hægt að gera á kannski nokkrum klukkutímum með aðstoð gervigreindar. Á sama tíma krefst notkunin meiri orku en talið að ChatGPT sé 50 til 200 sinnum orkufrekari en leita á Google. Það kostar mjög mikla orku að þjálfa þessi líkun uppálega. En það bara lítið í samanburði við orkukostnaðinn sem fer í það að bara fólk eins og ég og þú erum að nota þessi líkun. Það svo mikið af fólki að nota. Þá þurfa gagnaverin gríðarmikið af ferskvatni. Og þá kannski ekki mikið aðgengi að vatni og sem veldur í að þá að íbúar á þessum svæðum eru kannski að upplega eitthvað vatnsskort og þetta vatn alltaf að fara í að kæla eitthvað gagnaver. Þó að gervigreindinni hafi farið fram að þá hún ekki óskeikul og þetta á sérstaklega við þá útgáfu sem ókeypis. Prófum til dæmis að spyrja hana hver sé útvarpsstjóri. Útvarpsstjóri Ríkisútvarpsins Ásdís Rún Ásgeirsdóttir, segir ChatGPT, en það ekki rétt. Mögulega mun þetta bara auka mismunun í samfélaginu. Sumir hafa greiðari aðgang að þessari tækni því þeir geta greitt fyrir hana, geta þá unnið hraðar og með skilvirkari hætti, en aðrir hafa kannski ekki sömu tækifæri og verða þá bara eftir og bara gjáin kannski bara stækkar milli þessari tveggja hópa. Við þurfum dálítið sem samfélagarinn áttugrafið hvað við að tala um. Það alveg verið að spá heimsendi öðrum megin og það verið að tala þetta upp allt og mikið svo í sletti. Það verið að hæpa þetta upp hinum megin. Þannig að við þurfum að ná utan þetta. Og svo þetta náttúrulega að fara að hafa áhrif á störf. Náttúrulega skapandi greinar hafa miklar áhyggjur af þessu en náttúrulega raun og veru bara öll störf eru undir núna og við vitum ekki alveg hvert þetta fer og spurningin á þetta bara gerast eða eigum við að hafa eitthvað það að segja hvað gerist og það náttúrulega stóra siðferðilega spurninga þar. Og markaðurinn stopp, segir hamista ef það hreyfist vísitalan. Það var öllum mokað inn í þessi hermi líkön, bara allir tónlist heimsins og þetta hefur verið kallað stærsti þjófnaður allra tíma. Við þurfum að setja einhverjar reglur, siðareglur. Við getum ekkert eitthvað barist eitthvað á móti þessu endalaust. Við þurfum að ná tökum á þessu og svona gera einhvers konar sáttmála hvernig við ætlum að nýta þetta. Og forstjóri Google varar fólk við því að treysta öllu sem gervigreindartól segja þeim. Tæknin lofi góðun, hún sé ekki gallalaus.
Virði gervigreindarfyrirtækja hefur rokið upp síðustu mánuði og margir hafa áhyggjur af því að bólan springi. Í einkaviðtali við BBC viðrar Sundar Pichai, forstjóri Alphabet, móðurfyrirtækis Google, áhyggjur af órökréttum fjárfestingum í gervigreindargeiranum. Mikil eftirspurn eftir tækninni en geta fyrirtækja til að mæta þeirri eftirspurn enn takmörkuð. So and given the potential of this technology, the excitement is very rational. It's also true when we go through these investment cycles, there are moments we overshoot, right, collectively as an industry. No company is going to be immune, including us. If you overinvest, we'll have to work through that phase. Pichai segir jafnvel þróuðustu gervigreindartæknina viðkvæma fyrir villum. Fólk geti ekki treyst tækninni alveg. This is why people also use Google search, and we have other products which are, more grounded in providing accurate information, right? And so, but the same tools are helpful if you want to creatively write something. Okay. Right? So you have to learn to use these tools and for what they are good at. Yeah. And not blindly trust everything they say. Gervigreind sé merkilegasta tækni sem mannkynið hafi unnið með. Ávinningurinn geti orðið mikill. I said many years ago, AI is the most profound technology humanity is ever working on. And it has potential for extraordinary benefits. And we will have to work through societal disruptions. It'll end up creating new opportunities. 240 ára hefð tekur enda hjá þjóðkirkjunni fyrsta sunnudag í aðventu þegar skráning í kirkjubækur verður rafræn. Sóknarprestur segir að þetta sé í takt við tímann. Hún ætlar samt ekki að leggja pennan frá sér. Saga prestsþjónustu bóka eða kirkjubóka nær aftur til 13. aldar í Evrópu. Tilgangurinn með kirkjubókunum var að skrá upplýsingar öll prestsverk. Kirkjubækur eru enn handskrifaðar hér á landi en til stendur að breyta því. Mánaðamótin færast skráningar yfir á rafrænt form. Þetta töluvert mikil breyting og mér finnst hún algjörlega verið í takti við tímann og við eigum að vera það eins og allir aðrir. Það allt að fara inn á netið sem að eru almannaupplýsingar og það nefnilega það sem kirkjubækurnar eru. Þær eru almannaupplýsingar. Í kirkjubækur eru skráðar fæðingar, skírnir, fermingar, hjónavígslur, andlát og útfærir. Því eru mikil menningar verðmæti fólkin í þeim, segir Helga Sofía. Þar geyma upplýsingar lífið í landinu og hvernig fólk lifði. Elstu kirkjubækur hér á landi eru frá miðri 17. öld en það var hins vegar ekki fyrr en á síðari hluta 18. aldar sem skráning slíkra bóka hófst með reglubundnum hætti. Með þessari breyting á skráningu yfir á rafrænt form lýkur því tæplega 240 ára hefð þjóðkirkjunnar. Helga Sofía segir að margt ávinnist við þessa breytingu. Þjónusta við fólk sem þarf á ýmsum vottorðum að halda stóreflist, auðveldar að verða að fletta upp í kirkjubókum aftur í tíman og halda utanum hversu margir nýta þjónustuna. Þrátt fyrir þetta hafa hún þó ekki hyggju að leggja frá sér pennan. Ég handskrifa alla ræðurnar mínar, öll ávörp, allt sem ég kem með fram fyrir almenningseyru, skulum við segja, það hef ég handskrifað og undirbúið mjög gaumgæfilega. Og ég gerði það því að mér þykir það sjónrænt þægilegra. Ég kann alveg á öll þessi tól og mér finnst það ekkert merkilegt. En mér finnst mjög merkilegt að ég hafa mjög góðan penna og skrifa á góðan pappír og einhvern veginn að undirbúa það mjög vel sem ég að skrifa. Þannig ég bara og ég ætla helst að fá að vera þannig þangað til ég hætti að starfa sem prestur. Og þá að veðri. Veður hefur verið með rólegasta móti á landinu í dag og verður áfram á morgun. Helsta breytingin að það gæti orðið vart við lítilsháttar él á Breiðafirði og á Faxaflóasvæðinu. Það frost allt land og liggur í 2 stafa tölum í innsveitum og norðaustanverðu landinu. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Ísland lagði Færeyjar í vináttuleiki handbolta kvenna í Hoyvík í Færeyjum í gærkvöldi. Þetta var lokahnykkur undirbúnings beggja liða fyrir HM sem hefst á miðvikudag. Við ræðum fyrrum landsliðsfyrirliða stöðu íslenska liðsins. Arsenal með 6 stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta eftir að liðið tók granna sína úr Tottenham í kennslustund í dag. Og mikil spenna hljóp í keppni ökuþóra í Formúlu 1 í nótt þegar Max Verstappen vann í Las Vegas kappakstrinum. 2 efstu menn heimsmeistarakeppninnar voru dæmdir úr leik eftir að keppni lauk. 2 keppnir eru eftir. Þetta og fleira í íþróttum. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Úkraínumenn vilja gera róttækar breytingar á friðaráætlun Bandaríkjamanna. Hún þykir fela í sér of mikla uppgjöf gagnvart Rússum. Sendinefndir ríkjanna funduðu í Sviss í dag.
Skólahald hafið á Gaza þrátt fyrir að rúm 80% skólahúsnæði sé ónýtt. Skortur á námsgögnum og vanlíðan eftir stríðsátökin torvelda einnig nám margra. Tónlistar- og textahöfundur kallar þjálfun gervigreindar með verkum listamanna stærsta hugverkaþjófnað allra tíma. Nauðsynlegt sé að setja reglur þessa notkun. Skráning í kirkjubækur þjóðkirkjunnar verður færð yfir á rafrænt form í lok mánaðar. Þær hafa verið handskrifaðar öldum saman. Sóknarprestur segir þetta töluverða breytingin í takt við tímann. Fréttatíminn á enda. Við segjum fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 og svo alltaf á rúv.is. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina og kveðjum með myndum sem Kristinn Þeyr Magnússon tók í Þjórsárdal á föstudaginn, þar sem náttúran og mannanna verk virtust takast á í þokunni. Verið sæl.